þið sem sjáið hérna á netinu, velkomin á samkomu. Við ætlum að lesa ritningavers sem enn eitt gjöri ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem að framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur kallað oss fyrir Krist Jesú. Filippibréfið 3:14. Við ætlum að lofa okkur í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina. Hann á það skilið, maður heyra amen. Og dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Takk Jesús fyrir miskunn þína og takk fyrir að vera með okkur í dag. Aldrei brugðist í orra líf og sandur allar tíð. Mikið verðið og ég veit að þú berst með mér enn. Því þitt loforð já og amen. Mikið verðið, mikið verðið. Let's go! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, yeah. Praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Oh, I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Yeah. Let's praise
'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose in defeat in the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose in defeat in the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Hey. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Takk, Jesus. Come on, sing a little louder. Halleluja, lofum þér, Herre. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Yeah, I raise a hallelujah. Oh, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Yes. I raise a hallelujah. Heaven's comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive.
your song. I will ask my God to move. I speak the name, 'cause it's all that I can do. In desperation, I seek heaven, and I pray this for you. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I pray for the breakthrough. What happened today? I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. All authority, declaring blessings, every promise. He's faithful to keep. Speak the name, no grave could ever hold. He is greater, He is stronger. He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fears are free. In Jesus' name, I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, Jesus' name. Oh, come believe it. Come receive it. For the power of His healing is now forever yours. Come believe it. Come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, I pray for revival, resurrection of faith. I pray that the dead will come alive. In Jesus' name, Jesus' name. Tack Jesus. Halleluja, kraftur í nafni Drottins Jésu Krist, halleluja. Ég er svo þakkláttur fyrir frelsisverð Drottins, má ég heyra amen við því? Hverju er þakkláttur fyrir Jésu nafn, halleluja. Amen, halleluja. Drottinn hann er sannarlega kominn og mættur á svæðið og hann gefur gegnubrotin í líf okkar í dag, engin spurning. Halleluja, þegar við lyftum við nafnið Jesús, að þá dregur hann alla menn til sín. Þannig að okkar hlutverk er að lyfta nafnið Jésu Krist, þannig að fleiri fá að kynnast því sem við fengið að kynnast. Halleluja, frelsisverkið er frítt, það er gefins inn í okkar líf, halleluja. Þakka þér fyrir það, Jesus. Amen, halleluja. Þannig að áður en við höldum lengur með samkomuna, þá ætlum við að taka samskot. Ég minna á það, samskotabaukurinn er bara hérna aftast. Við látum hann ekki að ganga á milli, pósið frammi og svo kemur reikningsnúmerið upp á skjáinn. Og þó að frelsisverkið sé frítt, þá er mjög mikilvægt að læra að gefa inn í Guðsríkið. Ég var í óreglu, ég eyddi öllum penningunum mínum í óreglu, áfengi, sígarettur, fíkniefni og meira til. Þannig að það er bara miklu betra að setja inn í Guðsríkið í staðinn fyrir að eyða því í vitleysu, skiljiði. Menn svo að það er uppskera að því að sá inn í Guðsríkið. Halleluja, við unum uppskera þegar við sáum inn í Guðsríkið. Á allan hátt og líka með peningum okkar. Lofgjör okkar, bænum okkar, lífið okkar og líka með peningum okkar. Amen, halleluja. Takk Jesus. Og hérna, þeir finnir ykkur bara frá þess að gefa. Amen.
Og ég ætla að minna á það að það hérna á miðvikudögum hérna núna næst á miðvikudaginn Eden, bænastöður klukkan 19 og svo cancel klukkan 20. Og svo inn á millið þá verðum við með lofgjörðarbæn. Við höfum alveg rosalega magna lofgjörðarbænastöð þetta miðvikudaginn. Það bara kom gegnum bara nærvera Drottins kom svo sterkt niður að maður gæti ekki annað að hlaupi bara. Amen. Það er svo gott að hérna geta bara tekið sprettin í Jesú nafni þegar að setja eldinn í fæturnar á manni. Halleluja. Ég vil sjá fleiri gera það. Amen. Við eigum að hafa öll form lofgjörðar. Róp og bara klappa, dansa, hlaupa, skríða, bara kopnís. Ég held ég hafi gert allan pakkan einhvern tíma. En þetta svo mikilvægt þess að losna í Jesú nafni, að taka bara vel á því í lokinni. Ef við ekki bara standa núna og taka á því í lokinni. Halleluja, svo fáum við heyra predikun loksins. Ég veit bara smurningin í dag til þess að tala. Halleluja. Amen. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Við bara þakka fyrir náðina miskunna. Þakka fyrir það að við getum komið bara eins og við erum fram fyrir þér, Drottinn. Og bara gefið þér allt, Drottinn minn. Við afhefum þér allt, Drottinn minn, Jesus. Í okkar lífum, Drottinn Guð. Og við gefum þér alla lofgjörð og dýr, Drottinn minn, í dag. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel.
the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Whoa. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun sheep in the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Come on, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough Not enough. unless you come. Let you go. Will you meet me here again? Here again. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Jesus, meet me here again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Meet me here again. Meet me here again. Thank you, Jesus. Halleluja, já, amen. Halleluja. Nærvera Guðs er hér, ég get alveg sagt ykkur það. Hvernig væri að við myndum bara rísa öll á fætur og bara þvílík ljúf nærvera hér í dag. Dísi Guði, er hann ekki yndislegur? Er hann ekki bestur í heimi?
Halleluja. Ég vil við lyftum höndum okkur og við bara lofum að ég í dag. Drottinn, ég bara lofa þig, Jesús. Þú ert góður, þú ert alltaf góður. Þú ert trúfastur, þú ert alltaf trúfastur. Og það eitthvað sem þarf að heyra þetta, þú kemur aldrei of seint. Halleluja. Drottinn, ég lyft upp nafni þínu, Drottinn minn, því að þú ert Drottinn minn, sá sem að við elskum. Hjarta mitt, Drottinn, elskar þig. Sál mín lofar þig, Drottinn. Og Drottinn, þú ert elsku í hjarta míns. Drottinn minn, Jesús. Ég bara lyft upp nafni þínu, Drottinn minn. Ég lofa þitt heila nafn. Og Drottinn, ég blessa einn og sér hvernig ég í dag, Drottinn minn, Jesús. Harabashiak, halleluja. Ég bið að starfa fyrir anda þinn, Jesús. Viltu starfa fyrir orð þitt, viltu starfa fyrir anda þinn, Jesús. Og Drottinn, við gefum þér alla dýrð, allan heiður og alla lofgjörð. Því að þú einn átt að skilið, Drottinn minn. Þú einn átt að skilið. Í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Halleluja. Dýr sé Guði. Halleluja. Fá okkur sæti. Takk, Jesús. Hvernig var að gefa þessum snillingum bara virkilega gott klapp? Ég verð nú bara að segja það svona í framhjáhlaupi, þessi stund á miðvikudaginn og bara síðustu stundir, vinir. Það bara eitthvað mikið að eiga sér stað í Smárakirkju. Þannig að ég bara hvet ykkur, tökum þátt í því sem að Guð að gera. Það eru bara magnaðir hlutir að gerast. Og ég heyri það bara, fólki farið að sjá sýnir og það er hérna dreyma drauma og þetta allt mjög biblíulegt. Og ég bara hvet ykkur ef að Guð að gefa ykkur drauma eða sýnir eða slíkt, skrifið það niður. Það svolítið mikilvægt að líka minna sig á það sem að Drottinn að gera. Og hann bara á fullu á Íslandi í dag. Og við vitum það náttúrulega fyrirmynd af hennu andlega og við sjáum það það var eldgos í gær. Það sennilega búið núna, ég veit ekki, þetta stutt eldgos. En Guð gaf mér orð þegar þessi eldgos byrjuðu og ég finn að það sama að gerast í andanum og það sem að gerast á landinu okkar. Það að koma svona bublur, það bara, þið vitið, alltaf verða vitlaust í andaheiminum og það byrjar smátt. En gerum ekki lítið úr því sem að byrja smátt. Má ég heyra með? Það var lagið. Þannig að, hvernig væri bara að predika hérna í dag? Er það ekki? Eru þið til í þetta? Mér langar að halda áfram að tala orð sem ég talaði daginn, varðandi að vekja upp morgunroðan. Og það hefur með það að gera, vinir, að lofgjörð okkar, hún getur vakið upp morgunroðan. Hún getur snúið við kringumstæðum okkar. Það svo mikilvægt á göngunni í gegnum lífið, þegar við förum öll í gegnum eitthvað, að við leyfum Guði að koma inn í sárin og græða þau. Já, amen. Og vinir, það enginn hér inni sem að gengur í gegnum lífið á þess að verða fyrir einhverju. Á þess að verða fyrir sársauka eða höfnun eða kringumstæður sem eru ósanngjarnar eða kringumstæður sem maður bara gerir alls ekki ráð fyrir. Það fara allir í gegnum það. En vinir, Guð vill lækna okkur. Og það eru góðu fréttirnar. Hann vill ekki að við sem brotið hjarta bara endalaust, gangandi gegnum lífið, hálf haltrandi á göngunum með Guði. Hann vill gefa þér nýtt hjarta. Hann vill leggja þér ný ljóð í munn. Og vinir, hann fullfær fyrir alla þá ákalla hann. Og vinir, í dag þá svo mikilvægt að þegar við göngum í gegnum djúpan dimman dal, því að við gerum það öll. Það mun enginn fara varhlut af því að fara í gegnum dimman dal. Að við tökum við lækningunni sem að Guð hefur fyrir okkur þegar við erum komin í gegnum dalinn. Út af tilgangu Guðs að við lifum lífi á grænum grundum. Þar lætur hann okkur hvílast.
Og ég veit ekki með ykkur en ég vil hvílast á grænum grundum. Og það er rosalega erfitt að hvílast þegar hjartað eða hugurinn er fullur af ykkur sem hefði mátt vera betra. Þannig að Guð vill lækna hugsun okkar, hann vill lækna hjart okkar, hann vill lækna sál okkar. Þannig að þegar við göngum að þá rötum við beinar brautir. Og þetta er svo athyglisvert hvernig orð Guðs talar þetta, að vera ekki svona, að rata ekki hlykkjóta brautir, heldur rata beinar brautir, vinir. Og Guð vill gera veg okkar slétta. Það þýðir það að hann vill hækka, þið veitir, dalinn okkar og hann vill lækka tindina. Og það hefur með afstöðu okkar hjarta til þess sem að kringumstæður lífsins bera á borð fyrir okkur. Og ég veit ekki með ykkur, ég vil ekki missa af neinu því sem að Guð er að gera í dag. Ég vil ekki vera upptekin af því sem var og missa því sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. Og vinir, ég trúi því að þessi kirkja er kölluð til þess að ganga lengra. Hún er kölluð til þess að rísa upp þegar aðrir falla niður. Hún er kölluð til þess að bera lofgjörð Guði á torg og við gerum öllum kunnugt hverjum við tilheyrum. Af hverju? Því hann hefur læknað okkur. Hann hefur leyst okkur. Hann hefur gefið okkur nýjan stöðugan anda. Þannig ég er ekki fórnarlamb. Ég er búin að fara í gegnum alls konar kringumstæður en ég er ekki fórnarlamb. Ég er sigurvegari í Jesú nafni. Halleluja. Og vinir, Davíð kunni þetta. Davíð kunni þetta. Og við getum lært svo mikið af Davíð. Við eigum ekki að liggja í volæði. Það stendur í ritningunni á kvöldi gistur og skrátur en það er gleði söngur að morgni. Og vinir, það er svo mikilvægt að við geymum það ekki í lengstu lög með það að fá lækningu fyrir Guði. Hann hefur lækningu fyrir mig í dag. Og vinir, ekki bíða eftir því, ekki vera einn í þjáningu þinni. Það er ekkert athugavert við að koma fram fyrir drottin og systkinin og segja hvað að er í hjartanu. Það er mikilvægt og það skiptir máli. En það líka skiptir máli að við liggjum ekki flöt út af því að Guð er búin að rétta okkur hjálparhöndina. Að við rísum upp úr kringumstæðunum. Þannig að aðrir mættu sjá Jesú í okkur. Má ég heyra amen? Það sem að Jesús sagði þegar hann hóf göngu sína, hóf þjónustu sína. Þá var hann í Nasaret og hann tók til máls frammi fyrir öllum lýðnum. Og hvað sagði hann? Hann fór í Jesaja 61 og það stendur svo: Andi drottins er yfir mér, af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundur marinn hjörtu, boða föngum lausn og fjötruðum frelsi. Hvað segir hann annað? Hann er kominn til þess að græða þá sem hafa sundur marið hjarta. Og ef við tökum ekki við lækningunni, vinir, að þá er í rauninni það sem hann gerði á krossinu til einskis. Og vinir, við eigum að taka við fyrirgefningu synd okkar, en við þurfum líka að taka við lausninni sem felst í drottni. Þannig að við getum lifa lífi sem er fullt í gnægð. Og margir vil ekki tala þetta og segja, Sibba, þetta er nú bara einn hlutin af teningnum. En vinir, afstaða hjarta þín skiptir máli gagnvart þeim kringumstæðum sem þú gengur í gegnum. Og vinir, þangað til við föttum það, þá verðum við alltaf á göngunum með Guði haltrandi. Og það er ekki vilji Guðs fyrir þitt og mitt líf. Heldur að við göngum sigrandi lífi. Að við göngum eins og fólki sem að valdið hefur, út af því að andi Guðs býr innra með okkur. Jesús býr innra með okkur. Sá sem sigraði heiminn býr innra með mér. Sá sem reis upp frá dauðum býr innra með mér. Það þýðir að við þurfum ekki að liggja flöt í öllum kringumstæðum lífsins. Við getum risið á fætur. Og vinir, hér er fólk inni sem hefur látið kringumstæðum lífsins bara gera þig marflatan. Ég segi, rístu upp í Jesú nafni. Lifðu í Jesú nafni.
Ég í mjög góðu skapi, ég veit að það sést ekki. Takk, Jesus. En svona það. Og vinir, við ætlum ekki að láta óvinnin stela frá okkur þeirri blessun sem að Guð hefur fyrir okkur. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að við ætlum að fara í Sálm 9 og mér langar áður en ég les þennan Sálm. Bara þannig áttu ykkur á hvað Davíð sem að skrifa þennan Sálm að gangi í gegnum á þessum tíma. Hann var á þessum tíma búinn að missa 4 börn. 4 börn. 4 börn. Og vinir, það mesti harmur í lífinu, get ég bara rétt ímynd mér, að missa barn. Hvað þá 4? 4 börn. Veitir það, ég get ekki eins og sett mig, ég get ekki eins og gert mér í hugalund hvernig svo tilfinning hefur verið. Og veitir það, Davíð hefur pottþétt skrifað sálm harm sinn. En sá sálmur í rauninni ratar ekki reikninguna. Í Sálmi 40 þá stendur, hann gefur mér nýtt ljóð í munn. Og vinir, þegar Davíð var búinn að fara í gegnum þessar hræðilegu kringumstæður, sem að langflestir hefðu bara gefist upp, farið undir sæng og bara tjekka sig út, þá semur Davíð þennan sálm og mér langar til þess að lesa hann fyrir ykkur hér. Og það stendur svo, ég vil þakka þér Drottinn, af öllu hjarta kunngjöra, öll máttarverk þín. Vinir, hann var búinn að missa 4 börn. Og hann semur þennan sálm. Hann segir, ég vil þakka þér Drottinn af öllu hjarta. Og þetta alla hjarta þýðir af heilu hjarta. Af hverju? Því að hann leyfði Guði að lækna hjarta sitt. Vinir, Guð vill jafnvel þrátt fyrir áföll, þrátt fyrir erfiðleika og þrátt fyrir hluti sem við göngum í gegnum, þá vill hann gefa þig ný ljóð í munn. Hann vill reisa þig við. Og köllunin sem að bjó á Davíð og köllunin sem að býr á okkur svo að við kunngjörum náðarverk Drottins. Og vinir, ef við erum að kunngera náðarverk Drottins, þá getum við ekki verið fulla beiskju og reiði og biturð. Hann þarf að gefa okkur ný ljóð. Og vinir, við þurfum að leyfa þessum nýju ljóðum að eiga sér stað. Og við erum búin að vera að læra þetta á miðvikudögum, hvað mikilvægt þegar við erum í kringumstæðum, að við þurfum að syngja nýjan söng, að við þurfum að tala við kringumstæðunar okkar, að við þurfum að taka í hnakkadrambið á djöflunum og bara sparkunum út. Svona í alvörunni talaðinir. Og það nákvæmlega það sem að Davíð gerði. Hann leyfði Guði að eiga við hjarta sitt. Hann leyfði Guði að gera hjartað heilt á ný. Og hann samdi svona lög í kjölfar mikilla áfalla sem hann hafði gengið í gegnum. Vinir, ef að Davíð gat það, þá getum við það líka. Hann bara þessi fyrirmynd sem að við höfum til þess að gera það sama. Og vinir, allt og margir standa frammi fyrir kringumstæðum sínum og þeir fara að tala hversu ömurlega þeim líður í staðinn fyrir að tala hversu stór Guð hvernig hann ætlar að tækla kringumstæðurnar. Og vinir, þegar við stöndum frammi fyrir svona kringumstæðum, þá höfum við líka vitnisburð Jesú og það sem að stendur þegar hann fór í gegnum freistingar, því að óvinurinn freistaði hans líka. Hann sagði, rita þér. Hann bara tók ekki mál þar sem óvinur lagði á borð fyrir hann og hann sagði, rita þér. Og við þurfum að kunna orð Guðs í kringumstæðum. Þannig að þegar við lendum í aðþrengdum aðstæðum að við segjum, rita þér. Ég meir en sigurvegari. Guð hefur lofað að hann ætlar að fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Halleluja. Og ég sit ekki lengur og ég ætla ekki að vera einhvers konar fórnarlamb í mínu lífi. Því að staðreyndin svo að hann hefur frelsað mig. Hann hefur gefið mig styrkan gang. Hann hefur sett fætur mínar á klettin. Má ég heyra amen? Og vinir, leið og við nálgumst að svona heldur að hann hlaup ekki og gefið þig byr undir báða vængi. Svo sannarlega.
Og það kemur svo vel í ljós, vinir, þegar hitinn kemur á, hvað býr í hjarta okkar? Og vinir, þegar hitinn kemur á, þá vil ég að það sé lofgjörð til Drottinn sem að býr í hjarta mínu. Vitið það, óvinurinn er búin að taka nógu mikið frá okkur. Við þurfum að taka tilbaka það sem að óvinurinn hefur stólið. Og and then some, eins og einhver myndi segja. Amen, takk Jesús. Þannig í dag, vinir, hvernig væri að kunngera öll máttarverk þín, Drottinn? Halleluja. Ég ætla að lyfta þér upp því að þú hefur aldrei brugðist mér. Þú hefur aldrei komið og seint. Þú ert alltaf trúfastur. Þú ert alltaf elskuríkur. Halleluja. Á kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur á morgni. Dýr sé þér heilagi Faðir. Halleluja. Davíð var kallaður til þess að vera konungur. Hann gat ekki valsað bara með hálfbrotið hjarta. Hann hefði aldrei getað gert það sem að Guð kallaði hann til þess að gera með hálfbrotið hjarta. Vinir, hann þáði lækninguna sem að kom frá Guði. Og vinir, hér í dag er fólk sem að þarf að þiggja lækninguna sem að kemur frá Guði. Og ekki bara láta Guð opna fangelsisdyrnar, heldur að stíga út. Halleluja. Og vinir, það sama gildur mig og þig. Allir hér inni eru kallar á Guði. Það eru allir kallar. Það eru gríðarlegi möguleikar yfir lífi allra hér inni. En vinir, viðbrögð okkar við kringumstæðunum gerir það verkum að við annarkvort sjáum þau verða veruleika, svo köllun sem að Guð hefur á lífi okkar. Eða ekkert gerist. Og vinir, ég vil vera svo manneska sem að bara auðmyggja mig fram fyrir Guð. Ég lyft upp nafni Drottins og ekki bara það að ég stíg fram í þeirri köllun sem að Guð hefur kallað mig til. Og vinir, ég finna að Guð er að kalla þessa kirkju lengra og hærra. Og þetta er bara liður í því. Það er að staðsetja okkur rétt. Að byrja daginn á þakklæti, enda á þakklæti. Að lofa hann fyrir alla kringumstæður og þakka honum fyrir þegar þú ert í aðþrengdum aðstæðum. Segðu Drottinn, ég hlakka til að sjá hvernig þú ætlar að leysa úr þessu. Vinir, það er viðhorfið okkar. Og ég skal lofa ykkur því, það verður blessun sem fylgir þessu. Halleluja. Þannig að vinir, Davíð gat ekki verið með brost í hjarta og bara haldið þannig upptökunum hætti. Hann þáði lækninguna. Og það sést hérna í Sálmi 40. Það stendur hérna, og þú gerði mig styrkan í gangi. Hann lagði mér ný ljóð í munn. Lofsöng til Guðsvors. Margir sjá það og óttast og treysta Drottni. Og vinir, það er nú oft þannig að þegar við rötum í svona kringumstæður, þá er eins og ekkert annað komi, þið veitir, okkur í hugskotssjónir. Við hugsum kringumstæðuna stöðulega. Við hugsum harminn, við hugsum erfiðleikana. Við erum endalaust að spila plötu í hugun okkur og við erum jafnvel að fara aftur og aftur og aftur í gegnum atburðin sem veldur okkur vanlíðan. Og það sem að Davíð er að segja við Drottinn, hann er að segja að þú lagði mér nýljóð í munn. Og vinir, Guð vill gefa okkur nýljóð. Hann vill skipta út þessari gömlu plötu og gefa okkur nýljóð. Hann vill að söngur hjartaðinn sé ekki það hversu ömurlega þú hefur haft það í gegnum ævina, heldur hversu hann hefur verið trúfastur að setja fætur þínar á klettinn til þess að geti gengið með uppréttum hætti. Vinir, enginn hérna inni fékk fullkomið uppeldi. Má ég heyra amen? Bara enginn. Ég veit ekki hvort maður eigi að segja amen við þessu, en þið skiljið hvað ég meina. Lífið er bara svona. Á einhverjum tímapunkti að þá þurfum við bara að leyfa Guði að koma inn og vinna verkið. Hann vill ekki að þú sett brotin, meiddur, sár og svektur. Hann vill sjá þig kunngjöra máttarverk sín. Hann hefur stórkostlega áætlun, hann hefur vonaríka framtíð. Og lagið sagði það áðan. Nei, textinn. Ritningarstaðurinn sem Jóhanna talaði áðan, að gleyma því sem að baki er
Og það eitthvað svo mikill leyndardómi við það að gleyma því sem að baki Og vinir, hér inni fólk sem að þarf að fara að gera það. Gleyma því sem að baki Taka leksíun og halda áfram á göngunum með honum. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Þannig höldum áfram aðeins með Davíð. Hann nefnilega svo magnar og maður getur lært svo óbúslega á honum. Það svo margt í lífan sem áhugavert. Margt sem við getum lært á honum ekki að gera. Svo sannarlega, hann átti fjöldan allan á konum. Flesti kallmenn ráða ekki við eina konu. Þannig að ekki sniðugt. Mæla ekki með því, kallmenn, mæli alls ekki með því. En vinni, það sem að Davíð átti var þetta mjúka hjarta frammi fyrir Guði. Hann heyrði röddu Guðs. Og vinir, þegar Guð bent honum á að hann hefði farið út af veginum og gert eitthvað sem hann var ekki rétt, þá var hann fljótur að iðrast. Hann kom aldrei með afsakanir, hann sagði bara ég iðrast. Og hann gerði það sem að rétt var frammi fyrir Guði. Út af því hann hafði auðmjúkt hjarta. Við erum öll mistök, við gerum öll mistök. En það sem að Davíð hafði var þetta lofgjörð og þetta mjúka hjarta gagnvart Guði. Og við þurfum að taka honum það til fyrirmyndar. Amen. Þannig að förum í fyrir Samúelsbók og þarna Davíð í kafla 17 í versi 33. Þarna Davíð bara ungur drengur. Hann nýsmurður til konungs. Og það var reynda þannig að Davíð, hann Samúel kemur í hús Davíðs, pappi Davíðs, út af því að Guð hafi lagt á hjarta Samúels að finna næsta konung í Ísrael og hann sagði að hann í húsi Ísai. Og hann fer þangað og pappinn, hann raðar drengjunum sínum upp og þeir voru þarna allir, nema Samúel sagði bara nei, það ekki þessi, það ekki þessi, það ekki þessi, það ekki þessi, það ekki þessi og ekki þessi. Og þá var hann svona í sig, já, býtu, ekki getur það verið Davíð. Hann bara ekstra út í móa, gæti að kynda. Þannig að það var kall á Davíð og það gæti vel verið að það hefði skilið einhver ör í mínu hjarta. Ef ég hefði verið bara svona eftir á hugsun hjá foreldrum mínum, að þeim hefði ekki dottið í hug að ég gæti verið efni til þess að verða næsti konungur í Ísrael. Lesum hérna. Hann sem sagt farin með nesti til bræðra sinna og við vitum það, Góliat var að gera lítið úr Ísraelsmönnum. Við þekkjum sögunum Davíð og Góliat. Lesum hérna saman. Sál svaraði Davíð, þú hefur ekki burði til þess að berjast við Filistean. Út af hins úlingur. En hann hefur verið hermaður allt frá æsku árum. Davíð svaraði Sál, þjónninn hefur verið fjármaður hjá föður sínum. Ég búin að elta kindur. Þegar ljón og björn komu tók lamb úr hjörðinni, elti hann og felldi og reif síðan lambið úr gini hans. En ef dýri réðst á mig, greipi í makkan á því og ég drap það. Þjónninn hefur bæði drepið ljón og birni og eins mun fara fyrir þessum óumskorna Filistea vegna þess að hann hefur hæðst að hersveitum hins lifandi Guðs. Hann var algjörlega sannfærður hver var með honum í liði. Hann hefði getað staðið þarna frammi fyrir konungnum og sagt, já, ég nú fórnarlamb. Ég týndabarni í minni fjölskyldu. Það virðist bara enginn elska mig. Ég bara einhver eftir á hugsun hjá foreldrum mínum. Það hefði getað verið viðkvæði hans Davíðs. En Davíð leit ekki þannig á kringumstæðurnar. Og vinir, við þurfum að hætta að líta þannig á okkar kringumstæður. Það getur vel verið að þú hafi verið týndabarnið og ég ekki að gera lítið úr því. En við þurfum á einhverjum tímapunkti að fá þá lækningu frá Guði sem að hann hefur fyrir okkur. Og vinir, alveg svo Davíð sagði, hann var fullur af djörfung út af því hann vissi. Hann vissi að Guð hafi gefið honum, þið veitir, sigur yfir ljónum og björnum sem hefur réðust á litlu lömbin hans. Og bara það að Davíð hafi dottið í hug að ráðast á ljón sem að tók lamb. Ef ég hefði verið í hans sporum, ég hefði bara sagt, verði þér á góðu, ljón mitt. Og
og beðið stutt á bæn og nei. Hann var hugaður. Út að hann vissi, jafnvel í þannig kringumstæðum, hann vissi hver hann var. Og vinir, við erum meir en sigurvegarar. Þegar Guð setur okkur í kringumstæður, þá treystir hann okkur fyrir kringumstæðunum. Og vinir, ég er mjög oft þannig, ég er að tala þið vitið, lækninguna sem að bæði börnin mín hafa fengið. Gunnar í rauninni í æsku þegar hann fættist, þá dó hann. Hann var endurlífgaður. Hann er lifandi kraftaverk. Og ég veit að Huldamari finnst þetta mjög óþægilegt. Huldamari var 3 ára gömul þegar hún fær heilahimnubólgur. Og hún var líka mjög nærri dauðans dyr. Og af hverju tala ég þetta? Jú, þetta eru mín ljón og birnir. Guð hefur gert sér dýrlegan í þeirra lífi og þess vegna hrósa ég mig á því sem að Guð hefur gert. Davíð gerði það sama. Og vinni, hver eru ljónin og birnirnir í þínu lífi? Hvað hefur Guð gert fyrir þig? Ég veit með Önnu Maríu hérna, Guð hefur læknað hana, hún fekk heilablóðfall. Guð læknað hana. Vitið það, ég sé Gunnu mína hefur farið í gegnum erfiðustu kringumstæður sem ég geti ímyndað mér og hann hefur sett fætur þínar á klettinn og þú gengur stöðug. Vinni, ég sé fólk hérna inni sem er búin að vera að glíma við krabbamein og Guð hefur gefið gleði þrátt fyrir það. Vinni, ég sé fólk sem er jafnvel búin að missa nákominn einstakling en það lifir og það stendur stöðugt. Hverjir eru þín ljón og birnir? Minnið í kringumstæðurnar á hver er í þér. Og vinir, ef að Guð hefur gefið þér sigur yfir litlum hlutum, sem að þú kannski kalla litlum, að þá getur Guð gefið sigur yfir stærri hlutum. Og vinir, þegar við horfum á kringumstæðurnar, þá þurfum við að passa að gefa ekki þessi ljóð sem eru bara sorg, eymd og bara vanlíðan. Þess vegna passa ég rosalega mikið. Ég passa mig á hvernig fólki ég er í kringum dagstaglega. Ég get ekki sjúklega neikvæðni. Og kirkjan á að vera fólk sem er sérlega glatt, talar vel alla menn, sem að dreifir gleðinni, því að gleði Guðs er hvað? Hann er styrkur okkar. Og vinir, við erum ekki bara glöð út af því, við erum glöð út af því að við erum meir en sigurvegarar. Hann hefur frelsað okkur, hann hefur gefið okkur eilíft líf með sér. En hann hefur líka gefið okkur styrka göngu dagsins í dag. Ég á ekki að vera eitthvað fórnalamb. Ég á að rísa upp og taka mína stöð í Guðsríkinu og ég á ekki að biðja neitt afsökunar á því. Og þegar óvinur reynir að koma eins og hann gerir, þá ger ég hvað? Ég minna hann á það sem að Guð hefur gert fyrir mig. Og ég segi bara, hver heldur þú að þú sért? Ég hef séð hluti Guð gera kraftaverk. Ég hef séð Guð gera ótrúlegustu hluti. Og vinir, þessi kirkja á faktist ekki vera starfandi. Það er ekkert minna en kraftaverk að við skulum vera hér. Af hverju? Því að Guð hafði áætlun. Því að Guð hafði áætlun og hann hefur áætlun með þig og mig líka. Þannig við ætlum ekki að liggja and play dead. Við ætlum að rísa á fætur og við ætlum að gera vilja Guðs og við ætlum að vera meir en sigurvegarar og við ætlum að líta upp þegar við förum í gegnum kringumstæðurnar. Hvað sagði Davíð? Ég hef augu mín til fjallana því að hvaðan kemur mín hjálp? Hún kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Og vinir, það þarf að vera viðkvæðið okkar. Ekki segja Guði frá hversu stór Gólíat er. Hann getur tekið Gólíat og bara með litla putta. Gólíat er ekki neitt fyrir honum. Og ég tala Gólíat og þú hugsa að byrja Gólíat. Ég er að tala erfiða stóra kringumstæður. Kringumstæður sem að þú ræður ekki við. Guð ræður við það. Og vinir, þegar við förum að lofa Drottinn í öllum kringumstæðum, vitið hvað gerist? Við breytumst. Viðhorf okkar breytist. Jesús stækkar í okkur. Og við þurfum öll á því að halda að Jesús stækki í líf okkar. Og vinir, þannig mun fólk sjá hver við erum. Við erum öðruvísi en annað fólk. Eru þið til í þetta að vera öðruvísi? Það var svo gaman að síðast á miðvikudagstund að við vorum farin að hlaupa hringinn.
Kamilla, þú hefði sprungið úr hlátri, ég bara segja það. En mér alveg sama, ég elska hlaupahringinn. Og það var svo mikið leysing í andanum og þegar við komum heim, ég og Jóhanna, sikkvort heimilið, en við tölum ekki saman. Við gátum ekki sofið, við vorum svo hátt upp í andanum. Það var svo mikið í gangi í andanum að við vorum hérna bara fram eftir nóttu. Við fréttum af því sem daginn eftir, við hittist nefnilega okkur einasta degi. En vitið það sem að Guð að gera bara eitthvað ótrúlega magnað. Og við þurfum að taka þátt í því. Má ég heyra? Amen. Halleluja. Til að fara að stytta mál mitt. Getið þið tekið smá í viðbót? Halleluja. Allir alveg bara, nei. Alls ekki. En það sem ég elska við Davíð að hann talaði sigrana sína. Og hann talaði í lofsöng til drottins. Hann talaði það hvernig hann hafði sett fætur hans aftur á klettin og gefið honum, þið vitið, ný ljóð í munn. Og vinir, ég trúi því að Guð hér í dag vill gefa ykkur ný ljóð í munn. Hann vill taka þessa plötu sem bara svo rispuplata sem segir alltaf sama, hversu mikið lúser þú ert, eða þú gerði nú þetta, eða þessi gerði þetta á þinn hlut og hann bara fáviti, eða þið vitið, þessi ljóð. Hann vill taka þau út og gefa þau ný. Hann vill gefa þau ný ljóð í munn sem sigrana, hvernig Guð hefur snúið við högum þínum, hvernig hann hefur leyst þig, hvernig hann hefur gefið þig gleðin á ný, þrátt fyrir erfiðleikana. Og við þurfum að leyfa honum að gefa okkur þessi nýju ljóð og bara treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Því að gnægð hjartans mælir munnurinn. Og það kemur í ljós þegar hitinn kemur á hvað býr í hjart okkar. Og þegar hitinn kemur á þá vil ég að það búi lofsöngur í hjarta mínu. Þannig á hverjum einasta degi, eins og hann, elsku Árni, búin að vera að kenna okkur svo vel, hvernig við tölum við kringumstæðna skipti máli. Og þegar við komum á bænastund, hvort sem að það heima hjá okkur, eða bara sameiginlega, það svo mikilvægt að við kunnum að tala út orð Guðs. Út að í orði Guðs erum við 5.000 fyrirheiti sem ég og þú getum staðið á. Og það svo mikilvægt að vita þetta og líka þekkja þau fyrirheiti sem Guð fyrir okkur. Og það svo margir því miður í hinum kristnu söfnuði sem að þekki ekki orð Guðs og vita þar að leiðandi ekki kraftin sem að býr í orði Guðs. En þetta lifandi og þetta kraftur og þetta ekki bara það, þetta það sem að skapaði heiminn. Og þið getið ímyndað ykkur það þegar þið farið að tala út orð Guðs, þá í rauninni það að skapa aðrar kringumstæður. Því að það máttugt og öflugt orð Guðs. Þannig í staðinn fyrir að vera að kvarta og kveina eins og Ísraelsmenn gerðu for þeim og sem að við gerum stundum, bara stundum, er það ekki? Þá skulum við fara að lofa drottinn fyrir það sem hann hefur gert. Því ég veit ekki með ykkur, ég á ekki að standa hér í dag. Það bara þannig. Og vitið það, ég held að allir hér inni hafi sömu sögu að segja. Það kraftaverk að við skulum yfir höfuð vera hér og dýrsi Guði fyrir það. Halleluja. Mér langar að lesa hérna, ég hygnari, já, Sálmur 118, alveg. Er þetta 119? Ég sé svo illa. Það kemur í ljós. Sálmur 119, 99 að ég held. Ég hygnarinn kennara mínu, segir Davíð. Hann var líka pínur rókavelli stundum. Því ég íhuga reglu þínar. Og þetta ekki rétt þýðing. Það segir, ég hygnarinn kennara mínir, það rétt. Út af því ég íhuga loforð þín. Ég íhuga máttarverk þín. Og þið sjáuð hversu mikinn styrk Davíð hefur út af því hann temur hugsun sína og hugsun máttarverk drottins. Og það sem að gerist að hann verður hygginn fyrir vikið. Hann fyllir huga sinn á því sem að Guð hefur gert fyrir hann, en ekki á erfiðleikana eða mótstöðuna, og það var næg mótstað í lífi Davíðs.
Það hefði allir skilið að hefði hann barma sér. En hann hugði á þetta. Hann hugsaði stöðugt máttarverk drottins. Halleluja. Þannig í dag, þá leggjum við niður fórnarlambs hugsunna. Hún á alveg rétt á sér. Stuttastund. Og það er svo áhugavert þegar við skoðum þegar Jesú kemur á gröf Lasarusar. Þá stendur hann fram fyrir gröfinni og hann grætur. Og þetta er styðsta vers sennilega í Biblíunni, hann stendur Jesú grét. Jesú var bara manneski eins og þú og ég. Lasarus var bara ofboðslega góður vinur hans og hann kunni alveg að syrgja. En strax í kjölfarið þá reisir Jesús sig við og hann kallar hárri röddu. Hann segir Lasarus, kom út. Amen. Og vinir, hann er okkar fyrirmynd. Það að finna til sorgar, það að finna fyrir vondum tilfinningum á rétt á sér. En á einhverjum tímapunkti þá þurfum við að reisa okkur við og við þurfum að tala eins og fólk sem valdið hefur. Og við þurfum að reisa við það sem er dautt í okkar lífi og þarf líf í dag. Og vinir, við þurfum að gera það. Ekki liggja við veginn og tala kringumstæður þínar. Tala við kringumstæður þínar hversu stór Guð er. Talaðu við kringumstæður þínar það hvað Guð hefur gert fyrir þig. Talaðu við kringumstæðurnar að hann muni klára verkið. Talaðu við kringumstæðurnar það sem að Jesú gerði, það sem að Guð gerði fyrir Ísraelsmenn þegar hann opnaði hafið. Það sem hann gerði fyrir þá, gerir hann fyrir þig. Og vinir, í staðinn fyrir að barma okkur yfir kringumstæður lífsins sem á alveg rétt á sér stuttastund. Þá rísum við á fætur. Og við þurfum að lofa Guð. Af hverju? Því hann hefur gefið okkur frelsið. Hann hefur gefið okkur getuna. Hann hefur gefið okkur styrkin. Hann hefur gefið okkur trúna. Hann hefur gefið okkur fordæmið. Horfum bara á Jesú. Og þetta er eins og lagið segir, horfðu hiklaust á Jesú. Lít himneska tignans og glans. Þá að fegurð heimsins strax fölvaslær. Mótsvið miskunnar. Hvað segir Inga? Fyllingu miskunnar hans. Það er alveg hægt að breyta textunum að pínlítið og horfa á, þú veist. Vondaveröld. Við eigum að horfa á Jesú. Það sem að þetta lag kennir okkur og það sem að Davíð kennir okkur er að horfum hiklaust á Jesú. Horfum alltaf á Jesú. Hann er höfundur og fullkomnari okkar trúar, rísum á fætur. Mér langar svona rétt áður en ég bið að segja ykkur frá einu viðbót. Þið muni eftir Jósef sem fór í gegnum sína hræðilegu reynslu. Seldur í ánauð til Egyptalands. Bræður hans yfirgáfu hann og gerðu bara hræðilega hluti við hann. Nema hvað að hann er áþján í einhver ára, endar í fangilsi og síðan ræður hann ræður draum Faraós. Og þessi draumur skipti sköpum bara fyrir bæði í Egyptaland og líka reyndar gyðingana. Því að hann